Ég held að svona markviss vinnubrögð með þessari ásýn sem þið eruð að gera, að hún skapa okkur bara ný tækifæri og ég vil bara hvetja ykkur til dáða. Ég tilbúinn að starfa með ykkur. Ég var búinn að skrifa hérna heilt A4-blaðið niður með hugmyndum, en ég ætla að bíða með þeirra þangað til 4. eða 11. maí. Ég bara vil hvetja sem flestum að koma að þessu og takk fyrir mig í bili. Takk fyrir það. Rúnar Þór og Tinna Dögg, ekki rétt hjá mér? Jú, rétt. Það var hérna, við vorum að sitja á skemmtilega fundi markaðsmál og verkefni. Getur þið aðeins sagt mér hvað snýst máli? Hvað erum við að tala stórt verkefni sem að í gang? Tinna, vilt þú ekki bara byrja? Jú, ég skal taka boltann. Við erum sérst að athuga hvernig við getum aukið verðmæta sköpun íslenska hestsins. Bara í formi landkynningar, ferðaþjónustu, hvernig við getum aukið sölu á hestatengdu vörum, hvernig við getum aukið bara sölu á íslenskum hesti, hvort sem við erum að tala um íslenska ræktun eða sölu íslenskum hesti sem er ræktaður erlendis. Og við erum komið frábært bakland með okkur í þetta verkefni, félag hrossabænda og Landssamband hestamannafélaga og ráðuneytið og Íslandsstofu, já, sem verður framkvæmdaraðili að verkefninu og mun svona stýra og þau eru með reynslu af sambærilegum verkefnum. Þau komið mitt að Ísland allt árið, þannig að Inspired by Iceland og svo saltfiskverkefni þar sem þeir eru að markaðssetja saltfisk bæði í Portugal og Spáni. Þannig að það er bara frábært að fá þau með okkur í lið. Ótrúlega spennandi verkefni, er það ekki? Jú, þetta er mjög spennandi. Vegna þess að sko, það sem kannski þörfin fyrir verkefninu er meðal annars líka svo að við höfum áttað okkur á því að ímynd íslenska hestsins, hún er eiginlega komin svolítið út og suður. Það er að segja að við vitum ekki alveg hvað við ætlum að standa fyrir, hvernig við ætlum að kynna íslenska hestinn og hvaða sögu við ætlum að segja. En verkefni felst sem sagt í því að draga þetta allt saman. Átt okkur á því hvað við, sem sagt sameinuð, allir hagsmunaaðilar tengt íslenska hestinum, viljum koma fram og segja og hvaða sögu við viljum segja og hvaða ímynd við viljum að sitja eftir í hugum neytenda af íslenska hestinum. Bæði náttúrulega íslenskt fæddum hestum og svo bara íslenska hestinum heilt yfir, vegna þess að íslenski hesturinn er mjög þekktur víða erlendis, en við erum líka í samkeppni við mörg önnur hestakyn, marga aðra afþreyingu og við viljum átta okkur á því bara hvað við ætlum að standa fyrir. Og það hefur oft verið talað eitthvað að það þurfi eitthvað átak og það þurfi eitthvað að gerast í markaðsmálum, en oft er farið á staði einhverja skýrslur, eins og komum svolítið fram á þessu fundi, einhverja skýrslur sem gerast ekki neitt. En þetta er ekki svoleiðis verkefni, Nei. Það er eitthvað að fara að gerast. Nú er komið breyting, eins og ég segi, við erum komið svo gott bakland fyrir aftan okkur og það er búið að leggja fram pening í þetta verkefni og fyrsta vinnan verður núna strax á heimsmeistaramótinu í ágúst, þannig að við erum að leggja drög að þeirri vinnan og það er bara byrjunin. Og þið stofnið, það er fundur til að fá hugmyndir frá ræktendur og hvað var það svona sem að þið fáið út úr þessum fundi til að halda áfram? Var eitthvað svona sérstök atriði sem að... Já, við verðum náttúrulega með þessa vinnufundi 4. og 11. maí, en við erum að reyna að ná í þekkinguna sem er þarna úti. Við erum með rosalega gott fólk í kringum okkur sem að liggur á svo mikil þekkingu. Við erum bara að ná í hana. Á þessum fundi núna hérna í Borgarnesi vorum við að fá í kringum 50 manns. Þetta er fólk sem kemur mjög víða að, ferðaþjónustuaðilar, hestavöruframleiðendur, ræktendur, útflytjendur, fulltrúar háskólana og bara og fyrir utan þessa aðila að þá vorum við líka að kalla að fagfólk eins og fjölmiðlafólk, markaðsfólk og svona rekstrarfólk sem eru líka hestamenn, eins og hestamenn eru alls staðar og kalla að þessa mismunandi þekkingu þannig að við séum að passa upp á það að núna ætlum við að fara í alvöru herferð til einhvers tíma og við ætlum að standa saman. Við ætlum að reyna að gæta þess að við séum að horfa til hagsmuna allra, þannig að við séum bara með íslenska hestin að leiðarljósi en ekki einhverja hagsmuni og þess vegna skiptir svo miklu máli að við séum að nýta alla þessa gríðarlegu þekkingu og reynslu sem við getum kallað að
og mér sýnist að þessum cirka 50 manns sem mættu hingað hafi meiri hlutin óskað eftir því að fá að taka þátt í þessari vinnu áfram. Hvað ef að þeir eru fleiri þarna úti og jafnvel kannski Íslendingar erlendis sem að hafa reynslu, jafnvel áratuga reynslu af hvert er fólk að við hvernig fólk að tala? Bara endilega hafa samband. Já. Það er islandsstofa@islandsstofa.is og senda fyrirspurn þangað. Þetta er svona svolítið opið, ég meina það mega svolítið allir taka þátt í þessari vinnu. Já, við bara ætlum að sjá dálítið hversu margir skrá sig og svo þurfum við aðeins að vinka, ég veit það ekki, sjáum til. En talandi allar þessar skýrslur sem maður er búið að gera, ég meina það er náttúrulega búið að vinna rosalega flott, mikið markastarf í kringum íslenska hestinn hingað til og við megum ekki gleyma því, en við ætlum svona að taka skrefið enn lengra og við munum nota þessar skýrslur sem hafa verið gerðar og þessar rannsóknir sem eru til. Þú veist, og vinna síðan út frá því. Og líka bara eins og bendir á, það er náttúrulega gríðarlega mikið af fólki erlendis sem er búið að vinna gríðarlega öflugt starf, sendiherrar okkar úti, sem er búin að kynna íslenska hestinn í áratugi og við notuðum tækifæri núna á Equitana-sýningunni daginn, settumst niður með nokkrum þessar aðila og svona fengum að vita hvað þeim fannst mikilvægt og hvað hefur lukkast vel í kynningar og markastarfi. Og þrátt fyrir það að við séum með mjög öflugan hóp hér sem er tilbúin til að leggja okkur lið að þá einmitt viljum við fá þessa þekkingu og við finnum fyrir því strax töluvert erlendis frá og það er fullt af fólki sem vil leggja okkur lið. Algjörlega. Frábært. Ég bara óska ykkur góðs gengis. Við hljótum öll að vera hrikalega spennt yfir því að sjá árangur. Mjög. Sjá hvað gerast. Mjög svo. Þannig að bara gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk fyrir það.